Komið sæl og velkomin í Bílasport. Síðustu helgi fóru fram 2 Íslandsmeistaramót í akstursíþróttum. Það var Greifatorfarinn á Akureyri og ET bílkrossið við Hafnarfjörð. Við skulum byrja þáttinn á að sjá sérútbúna flokkinn í torfærinni. Þá erum við stödd á Greifatorfarinni sem fór fram á Akureyri laugardaginn 23. maí síðastliðinn. Já, mér er staddur Guðbjörn Grímsson. Komdu sæl. Sæl. Hvernig fannst þér þessi keppni? Mér fannst hún mjög góð, skemmtilega þrautir og þurfti að beita í mikil tækni til að gera þær. Vísu fór hún aðeins fram úr tíma en það var samt nóg fyrir augað. Og þarna erum við staddir í fyrstu þraut í flokki sérútbúna bifreiða. Þarna er Reynir Sigurðsson á kjúklingnum. Fékk þarna 90 stig. Þessi braut, þetta var mikill hliðarhalli og þurfti að svona eiginlega hengja bílana þarna upp í hliðarhallann og reyna að keyra þá meira á hlið og krækja þarna fyrir nefi. Það var að finna hans erfitt. Þarna sá hann taka 2 dekk. Þá tapar hann 60 stigum. Þetta var Stefán Sigurðsson sem við sáum á hann. Næstur er Sigþór Halldórsson á hlébarðanum. Það missir hann nú á neðarlega þarna. Átti að fara þarna beinarlega upp. Fyrir þarna út á þraut. Þá var það Þórir Sjött. Þarna hefði hann nú getað notað beygjarnar á aftan til þess að kannski keyra þetta meira á ská. Hann sagði mér það eftir keppnina að hann hefði ekki fengið nógu mikla reynslu að keyra bílinn. Það skiptir náttúrulega verulega máli. Ja, þetta er flokkinn búnaður að stýra en hann sýndi það í Jósefsdalum að hann hafði allt til þess að gera það. Þá var það Bleiki Baldursson sem var Einar Gunnarsson einhver. Það kækja hana í 2 dekk og festist hana á brúninni. Næstur er Magnús Bergsson. Sjá hvað hann kemur. Hann heldur sér frekar neðarlega líka. Það var spurningi hvort hann áði að klóra sér upp. Og tekur nokkuð dekk með í fallinu. Sjáum þetta frá annarri vél. Þannig að hann þurfti að krækja sig rétta sig af áður en hann fór fyrir nefið. Já. Hann náði kannski að sleppa við að velta. Það slakaði aðeins á kjöfinni og haldið jafnvæginu. Þá var það Helgi Sjött á dreifanum. Nei, hvað gerist þarna? Hann bara virðist alltaf hengja sig þarna upp og keyra þarna á hlið en bílinn er eitthvað í grip og bara hreinlega snýst sjálfan sig. Næstur er Jón H. Hafsteinsson. Hann er frá Hafnarfirði, einhver fyrirsætunni árið 91. Hann hefur alla burði til að fara þessa þraut eins og hinnir. Byrjar á að taka hérna eitt dekk og annar. Það vissi svo langt niður. Allt á langt niður. Næstur er nýr keppandi. Sigurður Axelsson frá Reykjavík á grind 92. Stýrir bílinn Fríða. Og eitthvað vilti svíkja þarna fram að hjá hann. Þá var það Gunnar Guðjónsson. Þeir eru mjög ofalega hann í þrautina. Losnar þarna við 2 dekk en það festist. Það fór nú eiginlega út úr brautinni þannig að það fór upp fyrir hana og hættir hann að fá stig. Þá var það Helgi Skjaldarsson frá Akureyri á grind 92. Skýribílinn sem Jófróin, hann fór nú ekki lengri en þetta. Og þá var það Jónstaðabróðurinn. Hann keppir á bílnum sem Eiður á og tek hann að náni. Já, það byrjar ekki vel. Hún hefur ekki orðið mynd að þessari veltu. Nei. Bílinn skemmdist hann ekki neitt, þannig að það er líklega nóg að búna.
Og þá förum við í aðra þraut, en ég spurði Þórir Sjutt hvernig gengi að nota stýrisbúnaðinn aftan. Nei, ég ekkert búinn að fá tækifæri til að nota þér því að í veltunni þá brotnaði stýristekkurinn á aftan. Þannig að ég þurfti að festa hana aftan og þá hefði ég ekkert getað að nota þér. Svo hérna kom vélabílinn hjá mér í gær, þannig að ég hef búinn að vera vekka í alla nótt og gera við og það er engin tími til að æfa sig neitt, þannig að þetta vantar smá upp á hérna. Svolítið illa undirbúinn? Já, það er engin undirbúningur, það er það sem vantar. Ég hef búinn að hreyfa þennan bíl í svona mestalegi 2 tíma. Hvað ætlarðu að gera fyrir næstu keppni? Ég þarf líklega að græja með nýja blokk og færa allt drasli yfir og smíða þetta upp á nýtt að framan en ég mæti ekki alveg skur. Og það var mikið mál þar með ákveðna tölu. Það voru eitthvað yfir 2000 manns þarna. Og þarna fór Bleiki Partusinn, það er að segja Einar Gunnlaugsson upp aðra þraut. Það var Magnús Bergsson. Nei, það er nú ekki að fara að tala. Þessi þraut var virkilega skemmtilega. Það er út að, já, virkilega beita öllu þegar þeir ætluðu þarna. Helgi Sjutt stoppaði þarna. Það var Jón H. Hafsteinsson, sjáum hvað hann gerir. Já, ólendur á hjólunum. Tilbúinn. Já, missa hérna kragan. Missir þarna mikið út á hlið og þá hún er ekki að halda áfram upp. Affelgaði þarna. Það var ekki spyrjaði. Og þá var það Sigurður Axelsson á Fríðu. Það er þarna beint út úr þrautinni. Ég myndi nú ekki vilja vera nýliði eftir svona veltu. Og það var það Benedikt Eiríksson frá Selfossi. Hann missir bílinn nóg mikið upp og missir hann í hopp, þá fer hlaupið. Já, fjöðrun er geysilega mikilvæg torfærinni. Já, hún skiptir sköpum. Það er að halda hjólunum við jörðina þannig að dekkin á því að ýta bílnum áfram. Næstur er Gísli Jónsson frá Þorlákshöfn. Eitthvað tók hann illa á að framann. Þetta stöður að fara fram á slóðunum. Hann fekk aðeins 130 stiga þegar hann fór út úr þrautinni, en við skulum sjá hvað Árni Kolbsson gerir. Þarna er Árni kominn í sitt hól, sko. Þetta er með því, þegar maður sér svona akstur þá þetta er 100%. Og fær líka 300 stig fyrir þrautina, sem er næsta sem hann fá fyrir þraut. Þá er það Reynir Sigurðsson. Ykkur ógangur var þarna hjá hann. Og Stefán Sigurðsson næstur. Þeir stoppar á sama stað. Og þá er það á hliðbarðanum Sigþór Halldórsson. Já. Tekur hann á 2 dekk. Hann ætlar upp. Nei. Hann missir hann út í eitthvað þannig ég skildi það. Hann eins og hann missi bílinn þarna og bara náði því ekki að stýra honum inn aftur. Því að bæði Sigþór og bílinn eru keislega hafðir. Og þarna er Þórir Sjutt. Getur ekki beitt beygjónum aftan eins og hann vildi. Tekur hérna 2 dekk, tapar við það 30 stigum. Og þá er það staðan eftir aðra þraut. Í fyrsta sæti er Einar Gunnlaugsson með 455 stig. Í öðru sæti er Árni Kolbsson með 410 stig. Í þriðja sæti er Magnús Bergsson með 315 stig. Í fjórða sæti er Benedikt Eiríksson með 280 stig. Og í 5. til 7. sæti eru Stefán Sigurðsson og Sigþór Halldórsson báðir með 270 stig. Og þá er það Helgi Sjutt í 3. þraut. Þeir áttu í erfiðleikum með hennar bakka þarna. Það var svo kraftur. Hann fór þó upp og vildi ekki missa hann aftur fyrir sig. Þetta var aðeins svo mikið fyrir hann. Já. Og þá var það Sigurður á Fríðu. Byrjar á að taka dekkaða niðri. Og festur hann svo þarna. Næstur er Gunnar Guðjónsson. Sjáum hvað hann gerir.
þeir eigi einhverjum erfiðleikum með þennan bakka þennan. Var hann ekki of brattur? Bakkin er ansi krappur, þannig að þeir setja það á hann. En Gunnar má bakka inn á bílinn og reyna aftur. Hann virðist alltaf að gera það og Setur hann í fyrsta gír og gefur í. En það dugir ekki til. Nei, hann er nú krappur. Já. Það var Helgi Skjaldarsson frá Akureyri. Nú, það var bara að fara í gegn. Eina sem hann vantar er ítutöðan. En hann lagar það þá fyrir þá sem á eftir koma vonandi. Og það er Halldór Kristófersson á dýpsti 69. Já, það hefur hjálpað hann hefur tekið hérna úr bakkanum. Það voru líka eftir hliðar, já. Já. Og fer þetta langt. Þá er það Benedikt Eiríksson. Það virðist að lagast þarna brautin. Já, og Gísli. Sjá hvað hann getur. Þeir krækja allir hérna aðeins hægra megin. Svona á að elda. Beint á hjólinn aftur. Já. Skemmti bílinn sáralítið. Var sjálfur alveg óhaldur í þessa fína veltibúri. Já, öryggisbúnaður í torfæru, það er hann eitt að taka það fram. Hann hefur margsanna gildi sitt. Hann er, það er sterkt veltibúr í kringum þá. Góður stólar og 4 púnta belti og hjálmur. Og það var Reynir Sigurðsson. Og hann ætlaði sömu leið. Og það stendur sig veltibúrið hans. Já, þessi bakki er ansi brattur, þannig að þeir fá þarna frákast á og eiga erfitt með að plana hann rétt upp. En það veldur nú ekki alveg nógu langt. Það var það Sigþór Halldórsson. Já, nær að hætta í tíma. Það verður nú bara alltaf að keyra á kantinn og ná sér í þau stig sem hann fengi fyrir það. Fékk 170 stig. Það var það Þórir Sjöld. Nær að halda honum niðri. Það var það Einar Gunnlaugsson. Hann stendur sig vel í þessari keppni. Sjá hvað hann gerir í þessari þraut. Hann fer nú rétt í þetta. Það er sama sagan, hann keyrir bara rétt á kantinn. Það var Magnús Bergsson. Sjá hvað hann gerir. Er þessi þraut ekki bara of brött fyrir það? Jó, ég held að hún hafi verið aðeins svo brött eða síðan er kannski torfærakstur er ekki bara að komast upp mjög brattar brekkur, það er líka spurning um skynsemi. Er þetta gert til að reyna á skynsemina? Það er kannski að leyfa keppendum aðeins að vega og meta hvað er hægt og hvað er ekki hægt. Áður en við förum í fjórðu þraut skulum við heyra hvað Árna Kópssyni fannst þessa þraut. Ég held að fólk, menn eru hættir að þykja gaman að sjá veltur, Það er alltaf að það kemur velt ef eitthvað gerir óhag. En þegar brautir eru gerðar inn á það að menn velti, það er ekki hægt. Hvernig finnst þér að brautina þetta vera í framtíð? Í framtíðinni? Já. Meira stólað inn á hætt nökumanns. Með hliðarhalla og svoleiðis? Hliðarhalla og allavegna. Það er alltaf að koma með betri tímaþrautir. Það eru óteljandi hluti sem hægt er að gera. Ætlar að vinna Íslandsmeistaratitilinn í ár? Ég veit það ekki, við sjáum til. Ekki? Jú, ég verð allan eitthvað með. Hóvaran átni, við skulum sjá hvað Reynir Sigurðsson gerir í fjórðu þraut. Ná, og þá er það hlébarðinn. Hann á að fara þarna beint upp. Þetta verður mikið grófkast og við verðum að skýla okkur undan því og hann fer öfuga leið tilbaka. Það er geysileg orka í þessum bíl, stundum virðist hann ekki alveg ráða við hann því hann ákveður að fara í það. Skulum sjá hvað Þórir Sjöld gerir. Nú, hann fer bara út á þrautinu þarna.
en það fær hann bara 55 stig. Það var það Einar Gullarsson. Hann á að fara þarna beint upp. Sjá hvað hann gerir. Nei, Þá nær því ekki alveg. næst á 220 stigum. Skemmtilegt að sjá hvað Einar virðist þekkja sinn bíl óbúslega vel þrátt fyrir stuttan tíma í keppnum. Og það hefur skapast á því að hann hefur náð í að æfa sig og var tilbúinn tímalega fyrir keppniskeppni. Það har Magnús Bergsson, fer aðeins ofar, fær 230 stig. Næstur í þrautina er Helgi Sjött úr Eyjafjarðarsveit. Það er bara lekur á hliðina þarna. Og rólega velta hjá hann. Hann er að reyna að snúa bílnum þarna upp í brekkuna og hann virðist bara hreinlega að keyra sig yfir á hliðina. Hann verður nú ekki mitt af þessari eldu. Sjáum hvað Jón H. Hafsteinsson gerir. Tók þarna 2 dekk. Já, og fer alla leið. Nei, Farið hérna hjá hann fram að þetta finnst mér. hann er að krækja hjólunum upp á brúnina. Tók þarna dekk, herstuppi. Það var það Sigurður. Já, gengur nokkuð vel hjá hann. Jú, og fer alla leið. Mjög vel gert hjá hann. Það er 275 stig. Við fylgjast með Gísla. Tapar stigum við að stoppa. Það er ótrúlegt að sjá hvernig hann fer úr kyrrstöðu hérna í miðri brekkunni beinu að leiði. Það var að ljóstaðabróðin, hann misti úr eina þraut. Það stóð sér annars mjög vel. Og þá er það staðan eftir 4. þraut. Í fyrsta sæti er Einar Gullarsson áfram með 850 stig. Í öðru sæti er Magnús Bergsson með 705 stig. Í þriðja sæti er Benedikt Eriksson með 605 stig og fjórða sæti er Árni Kópsson með 580 stig. Í fimmta sæti er Sigþór Halldórsson með 530 stig. Og þá vindu okkur í tímaþrautina. Tímabrautir þær eru að koma inn aftur núna frekar erfiðar eða þar að segja með þungum þrautum inn í. Þannig að það reynir bæði á hæfni ökumanna í akstri og það reynir á þá. Þeir þurfa að meta rétt hvað mega að bjóða bílunum því að þeir eiga alltaf eitthvað eftir af brautinni. Og þá er það ljónstaðaljónið. Það fer nú hægt á stað. Já, hann fer að vandla í þessa þraut. En það er ekki bara, menn verður að passa svolítið upp á það að keyra ekki niður dekkin því að það eru mikið það stigum sem þeir geta tapað út á það. Það er næst í stopp þarna, en náða að halda sér á ferð. Þessi bílar eru nú ekki kannski það sterkasta í hraðakstur, heldur þarf að keyra þetta mikil skynsemi. Hliðin eru þröng, þannig að hvert dekk kostar á 15 stig. Og hann er náttúrulega í þrautinni sem gestur, kemur sem gestur í þessari tónleika. Verð því ekki að safna stigum. Þarna mun aðeins. Hann var búinn að fara rólega í alla þrautina en sýndi þarna góð tilþrif. Hann á eftir að taka beygju þarna fyrir hornið og koma í mark. Hann fer nú út úr brautinu, hann átti að fara upp fyrir þessi dekk sem voru þarna. Já. Þá er það Gísli. Byrjar að miklum krafti. Gísli er geysilega harður ökumaður, en það velti tvisvar í þessari keppni og bjargaði bílnum eftir báða velturnar og hélt ótrúður áfram. Sló hvergi. Þarna fórum við bæði dekkin. Tapar mikilvægum stigum.
Skulum sjá hvort hann bæta ekki upp með góðum akstri. Strákar! Strákar! Þarna var hóll sem þeir höfðu tækifæri til að stökkva yfir. En fæstu þeir að gera það. Það þetta ég hvað hann fer hægra megin þarna og sker brekkuna og kemur inn í beygju. Þetta sýnir þarna keppnisreynslu. Þá fær hann ekki framkvæmst af brekkunni. Ekki eins mikið og hann kemur líka réttur inn í hjá liðið. Og klárar með 235 stigum. Þá er það Árni Kópsson. Hann keyrir greitt af henni. Klakklaust í gegnum þetta hlið. Árni er mjög öruggur í tímabrautum. Það er geysileg orka í þessum mótor líka. Það er rétt tiplur á gjöfum og bíllinn er komin á 70 km/h. Það er eins og hann sé að keyra þetta í sunnudagsskiptur. Hann náði að taka lengra. Tapaði það 15 stigum og kláraði í mark þarna til 3. Næst er Reynir Sigurðsson. Hvað gera keppindur núna eftir þessa torfæðu? Núna, næstu helgi er upp í Jósefsdal, þá er samspyrnukeppni. Það er verið að búa til samspyrnubraut núna saman um Karlmínklúbbinn. Það er rétt að minna á rally á Reykjanesi 30. á laugardaginn 30. maí. Svo er aðra helgi, þá er torfærukeppni á Hellu. Þannig að það er nóg framundan. Það má líka geta þess að þessi samspyrna upp í Jósefsdal, að það verður ábyggilega fleiri hestur þar í Jósefsdal, en það verður nokkuð tíman áður. Og það er fyrsta samspyrna í sumar. Þeir hafa, það er búið að leggja verulega mikið í þessa braut þarna frá og það er búið að harpa sand í þetta og gera allt klárt. Þarna gætir ekki flóðs og fjöru, þannig að það verður örugglega keppni og hörð keppni á sunnudaginn, kl. 2. Já, þarna sá ég Reynir Sigurðsson bakka niður brekkuna og fara aftur í hana. Er það leyfilegt í tímaþrautum að bakka lengri bílnum? Já, þú mátt bakka eins og vilt í tímabraut og gera allar kúltir til að halda innan við rétt. Það var það Stefán Sigurðsson frá Egilsstöðum á RC-skullunni. Nú eru þessi bílar búin að vera lengi í keppni. Heldur þið fara eitthvað að breyta þeim á næstunni? Já, ég hef trú á því að topparnir þeirra þróast meira út í tíma, þannig að þeir þurfa þá að stífa aðeins fjörun og búa sig undir það. Er ekki skynsamlegt líka að létta bílana eins og Svíarnir hafa gert? Jú, bílarnir hafa verið í mjög strangri megrun og það er búið að létta flest alla bílana töluvert. Samt er alltaf sama vandamálið að stór 804 sem gefur út þetta 400-500 hestöflu sem bestu bílarnir orðið með. Þær er vikta alltaf ákveðið og hásingar og gírkastar þurfa að vera að þeim styrka, það er þolið. Þetta er allt saman.